Það hefur gengið bara mjög vel að koma þessu upp. Hvað er komið mikill búnaður? Þetta er töluvert. Við svo sem sýnum það enn og aftur að við ætlum að reyna að endurvekja föstudagskvöldið í Seljavíku og þá þýðir ekkert að spara neitt. Og ég kom hérna í gær, 5. með bæði mannskap og búnað og við erum búin að vera núna ég á 37. tíma núna, bæði við að pakka þessu dótið í Reykjavík og koma þessu norður og setja upp og sér náttúrulega bara æfingar í gangi núna og þetta verður töluvert gott sjá. Það er eitthvað sem töffa að syngja bara það fyrsti með út í eigin. Heiðan að hljóta það. Ég er frá Spánar. Nei. Geturðu sagt okkur aðeins meira frá hugmyndinni? Þetta rekur eiginlega rætur sínar í fleiri en eina átt, er það ekki? Jú, pælingin er náttúrulega þessir útvarpsþættir sem að Ásgeir Eyþórsson og Gunnlaug Jónsson unnu upphaflega og mér fannst og mörgum öðrum alveg frábærir sem að fjallaði íslenska tónlist og 1 ár tekið fyrir í einu og sagði sögur að bak við lögin og svona. Og þessi hugmynd sem sagt var til að prófa að fara með þetta á svið, að keyra saman semst þessar útvarpsupptökur sem eru þá rauninni núna orðnar sjónvarpsupptökur með alls konar myndefni með og pröfa síðan að flytja þessi lög aftur. Sumir eru í algjörlega nýjum búningi, stundum eru karlar að syngja lög sem konur sungu áður og öfugt. Sumt er svolítið svona upprunalegt. Sum lögin hafa enst mjög vel og elst mjög vel og önnur kannski ekki. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er rauninni íslenska tónlistarsagan en samt er þetta líka mjög laust í forminu og mjög svona frjálslegt. Hann
tíminn mokast inn. Það er komin að 5 sekúndur í hús. Þetta stefnir hraðbyr í 10. 10. Erum við að tala um að fara upp með þetta í 15? Hvað tókstu margar áðan? 15? Ha, 22. Yes. Komin að 20. Komin yfir 22. 25. Erum við að tala um halva mínútu? Meira? Það er komin hálf, 30 sekúndur. Sindri tók mínútu. Eigum við að fara í 40 sekúndur með þetta? Það er ekki bara 1,5? 1,5 drengur, þú ert svakalegur. 1,5 mínúta? Nei, það er komin 40 sekúndur, 45. Arna, þetta er búið. Nei. 50 sekúndur. Hæ. Herðu, það er að detta mínúta í hús. Nei. Og það er komin mínúta. 1:05. 1:10. Og nýtt met. Sæll. 1:15. Tíminn mokast hérna inn. Ég veit ekki hvort ég get haldið lengur á klukkunum, mér er svo kalt. Oh my god! Þetta stefnir hraðbyr í 1,5. Hann ætlar að vinna þetta. Nú má Benni fara að vara sig. Já, það er komin 1,5 mínúta. Hvað er það komið í? Herðu, þetta er komið í 3:38. 3:40. Alltaf reyna við 4, já. Það er nú bara rétt að detta í það. Nei. Þú ert ekki að fara að ná mig, Sindri. 3:50. Ertu ekki að fara upp? Nei. 3:55. Þetta er... 5:40. Nei. 5:40? En ég held ég hætti samt í 6. Hvað er það hægt í 6 á? Það er eitthvað að stefna að. Það gæti orðið hættulegt að hætta. 5:50. Já, svona fyrir byrjandi í fyrsta skipti þá er 6 mínútur. 6:02. Ég er að fara núna. Þetta er ekki bara. Ekki. Það fara hérna fyrst. Bara rólega. Hæ? Það er kannski rosalega vond. Stingur. Æs. Við erum stödd hérna í sundlaug Sauðárkróks þar sem að framfer Íslandsmeistaramóti í ísbaði í fyrsta sinn. Og það er vel við hæfi að hér er orðin hvít jörð eftir ágætis sumar í fáeina daga. En það er engin annan en sjósundkappinn Benedikt Lafleur sem er hérna í baðinu í þessu töluðum orðum. Hvað ertu búin að vera lengi? Já, ég held að segja eitthvað tæpar 2 mínútur. Ég var nú bara að koma honni. Já, er gerð atlag að Íslandsmeti eða? Já, það ekki, við erum ekki að reyna það svona. Veist að ég er svo öfluga keppinautar hérna að ég er að reyna að standa með maður. Það er hérna ungur drengur á undan mér sem er bara vonarstjarna hérna skaffinninga. Arnar, hann satt hérna hvað rúmlega 6 mínútur þannig að ég er verið að reyna að hafa betur hér. Hann er mjög efnilegur, alveg svakalega. Þannig að þú þarft að bæta í ef þú ætlar að ná því? Ég verið að gera það maður, þetta er alveg... En okkur er nú sæmilega kalt hérna á bakkanum, er þetta í alvörinni notalegt að nonni? Það er nú svolítið notalegt að vera með allan enn ís, ég verið að segja það. Það er svona umlikum hann eins og teppi en þetta er ansið kalt sko, en það er, þannig finnst mér, það er eiginlega þversögnin í þessu. Að því að það er mjög kalt þá dregst æðakerfið, það verður svo mikill samdráttur í æðakerfinu í líkamannum að maður finnur eiginlega ekki fyrir kuldanum með þeim hætti sem maður finnur fyrir honum til dæmis eins og í loftkulda eða til dæmis ef það er hlýrra í vatninu. Til dæmis í 10 gráðum þá getur maður fundið fyrir svona meira fyrir hrolli og bara orðið kaldara heldur en núna en svo þolir maður ekki að vera eins lengi auðvitað í þessum kulda og þegar hitastig er meira, þannig að þetta er svona, það er þversögn í þessu, manni líður eiginlega betur svona einhverjar mínútur í svona miklum kulda en svo fer gaman eða kárna. Og hvað erum við að tala um mikinn kulda? Þetta er bara 0 gráður, þetta er í raun klakin er mínus eitthvað sko en vatnið hérna er 0 gráður, það er bara
En maður er að koma við klakann, maður er að koma við, ég var að mæla áðan klakann, eitthvað -,2. Þannig að þetta er alveg bara við 0 gráðunar. Og þú sagðir okkur áðan að þetta væri Meinholt, getur þú útskýrt það aðeins? Já, þetta er Meinholt, rannsókn, bæði mín rannsókn, ég varði hérna 90 eininga meistararitgerð núna Háskólanum á Hólum og rannsóknin mín, hún rennir stoðum undir aðra rannsóknir, sérstaklega finnska rannsóknir sem ég tók mið af í það sem þátttakendur voru látnir synda að vetri til reglulega. Þessi dvöl í svona miklum kulda að hún virðist slá á verki og auka vellíðan þáttakanda og rannsóknin mín, hún studdi einmitt þessar rannsóknir að viðmælendur mínir, þeir voru allir þjakaðir af krónískum verkjum og þessi reglulegar sjávarbaðaferðir og sjósundferðir, þær slógu á þessa verki og hjálpaði fólki að komast yfir þá og þeir fundu sem sagt ekki fyrir verkjum, bæði þeir voru ofan í kuldanum í vatninu og svo alveg upp í halvan sólarhring á eftir og það munar mjög miklu fyrir svona fólk sem hefur verið þjakað af verkjum daglega, kannski fleiri ár og þarf að taka lyf og annað við þessu, að það munar miklu fyrir þetta fólk og þetta virkar svona eins og deyfilyf. Síðan hafði þetta önnur áhrif að virðist auka frískleika fólks og styrkja ónæmiskerfið og jafnvel draga úr þunglyndi eða kvíða og hjálpa fólki í hennu daglega lífi. Nú er hún ansi kalt. Hvað segir tímavörðurinn? Hvernig stendur tímið? 17. Ok, ég ætla að reyna 10 mínútur. 9:55, 57, 8, 9, 10 mínútur. Er þetta ekkert að verða köldu vistin hann núni? Mjög köld og ég skel nú eiginlega aldrei en ég finn að það er að fara að koma því núna. Ég finn alveg að þetta er að gott sko. Það borgar sig ekki, maður má ekki alveg fara fram á sér. Hvað er komið núna? 10:40. Ég ætla að reyna að vera 12. 11:55, 12 mínútur. Ok, eina mínútu viðbót. Tólf og 20. 12:30. 12:40. 12:50. 13. Ok. Aðstoð. Kannski sko. 13:05. Hvað ertu búin að vera lengi eiginlega? Hvað var sem ég? Þú ert kannski ekki að fara í vatn strax því að maður geti fengið svo mikið nagla. Henni teppið. Kannski á þetta. Það hleyfa þessu mikið.
Borgar sig ekki, maður finnur svona hjarta maður finnur það vilt hjarta sko, en þetta er ekkert óþægilegt dýr sko. Sérðu lítið ljós, heit hjörtu förós. Matarleifar boginn skein, undan oddum samviskan spór. Þau trúðu á drauma myrkrið svart, draumarnir tilbáðu gældu við stálið kalt, lífsvökvann dælan söng. Draumarnir langir runnu í eitt, dofin þau fundu með. Sprautan varð lífið, með henni gátu breytt því sem átti eftir að upp í risinn lágu óvissin við, óttan þræddu upp á þráð. Ekkert gat skeð því það var ekkert ef vel var að gá. Hittust á laun, lék í friði og ró, í skugganum Satanía. Hvítir hestar drógu vagninn með Rómeó, við hlið hans sat Júlía. Trúðu á drauma myrkrið smart, draumarnir tilbáðu þau. Rómeó, Júlía. Rómeó, Júlía. Þegar kaldir vindar hausins blása, hnaprir göturnar, sérðu Júlíu standa, bjóða sig hása í vonum líf í æðarnar. Því Rómeó villtist inn á annað svið, hans hlutverk gekk ekki þar. Of stór skammtur stytti þá byr inn á klósett á óþekktum bar. Hittust á laun, lék í friði og ró, í skugganum Satan.
Hvítir hestar trómu vagninn með Rómeó, við hlið hans sat Júlía. Trúðu á drauma, myrkrið stað. Draumarnir tilbáðu þau. Rómeó, Júlía. Við erum komin á kósí kvöld í bakaríinu. Hvað erum að vera hérna í kvöld? Það er bara eins og þú nefndir. Það er svona bara kósí kvöld, bara casual. Fengum hérna til okkar konu sem að kynna vörur sem heita Minimal Decor og hún kom frá Akureyri og að kynna sínar vörur. Svo erum við með vörur frá keramikar Reykjavík sem heitir Arlu Borgþórsdóttir. Höfum áður verið með svona ýmislegt frá henni. Svo fengum við til okkar ungan listamann, Áróru Árnadóttir, til að koma og spila og taka okkur lög fyrir okkur. Þannig að þetta er bara svona létt og notaleg stemning. Smá kaffihúsa stemming, annars er ekki opið hérna öllu jöfnu á kvöldinu eða hvað? Nei, það er yfirleitt ekki opið á kvöldinu. Þetta er bara svona eiginlega kannski tilefni af sæluvikunni, þá ákveðum við að hafa opið núna og svo hefur við gert þetta svona endrum eins ef það hefur verið eitthvað svona sem okkur langar til að gera eða kynna, þá hefur við haft opið. Annars er það nú ekki. Og hérna er ýmislegt orðið að fá sem er kannski ekki beintandi að leggja sér til munns. Er verið að auka vöruúrvalið í bakaríinu? Já, við höfum aðeins verið að reyna, kannski bara svona brytta upp á einhverjum nýjungum og bæta svona aðeins bara í flóruna hjá okkur hérna á Króknum. Með gjafavöru og einhverju svona viðbót við þetta típiska brauð og eitthvað sem er rætt, eins og það segir. Það er góð stemming hérna í kvöld og greinilega áhugi fyrir kaffihúsi. Er það eitthvað sem getur verið komið til að vera? Þetta er góð spurning. Við höfum oft velt vöngum yfir því hvort við ættum að vera með einhverja kvöldopnun og gera eitthvað svona meira úr þessu en einhvern veginn höfum við aldrei stigið það skref en ég veit það ekki. Þetta er bara eitthvað svona sem maður kannski þarf að velta vöngum yfir því að allavega sýnir fólk lit og mætir og það er bara virkilega gaman.
tógur og hamingi okkar bænum. Takk fyrir kærlega, góða kvöldið. Er nýja húsið flott? Jú. Já. Hvernig líður ykkur hér? Vel. Gott að vera komin hingað loksins. Já. Uppeftir. Já. Eruð þið búin að fá að prófa eitthvað húsið? Já, já. Já. Gaman að fagna því í dag. Já. Og þetta hérna stór dagur fyrir okkur og aðdragandinn búinn að vera langur og meðganga löng og þannig að það afskaplega ánægilegt að sjá þetta verkefni verða að veruleika. Ég held að þetta sé stækkun á fyrir 70 fermetrum. Og það var unnið að þarfagreiningu og hönnun var sett af stað í byrjun árs 2013 og frumdrög að teikningum voru unnin árið 2013 en síðan datt þessi vinna alveg niður. Það var mikil óvissa fjárframlög og þá ákvað sveitarfélagið sjálft að fara í framkvæmdina og setti þetta á fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Fólk sem hefur komið til okkar, það hefur sest niður og fengið sér kaffibolla og spjallað og skoðað og það er eins og gengur gerist. Og það tala allir hvað hafa verið góður andi og gott að koma þarna inn og ljúft að setja og fari alltaf hress í sinni út. Og nú á dögunum komu starfsmenn frá Vinnumálastofnun aðeins í heimsókn að skoða starfsemina og með fundahöld á Sauðárkrók. Og þær höfðu orð á því að það væri gott að koma til okkar. Og nú voru góð ráð dýr. Þær spurðu hvort það var ekki hægt að flytja þennan góða anda með í nýtt húsnæði. Og nú voru góð ráð dýr, hvað áttu að gera, hvernig áttu að fara því? Þannig að okkur datt í hug að sauma poka. Það var hann skrautlegur, flottur. Saumuðu þennan poka. Og síðasta daginn sem við fórum út úr húsnæðinu á Æðgötunni sem við búðum yndislegt í alla staði, öll þessi ár, þá sópuðum við góða loftinu og pokan, þetta eitt okkar og svo var rækinn að fundi fyrir. Og ég ætla nú bara að opna þennan poka hérna í votta viðurvist og hleypa góða
Er langt síðan að þú byrjaðir að mála og teikna? Það eru 3 ár síðan ég byrjaði í myndlistaskólanum á Akureyri. En hafðir verið að mála og teikna fram að því eða hvað? Ég hef alltaf verið að teikna frá því mann eftir mér, en ekkert nema bara rétt fiktað við að mála. Byrjaði svo sem ekkert fyrir byrjaði í skólanum. Er þetta þín fyrsta sýning sem þú heldur hérna í Selvíkunni? Já, þetta er fyrsta einkasýning. En segð okkur aðeins frá myndefninu, hvert sækirðu það? Ég náttúrulega hugsa mikið rossinn fyrst og mjög þjóðlegi myndavali og sveitin og sveitasamfélagið og svona, já. Svo eru hérna nokkrar portrettmyndir, hverjir eru á þeim? Það eru gamlir höfðingjar sem ég þekkti úr sveitinni, hestamenn og stjórnmálamenn. Svo vekur athygli hérna sirpa af hestamyndum hérna neðri hæðinni, getur þú sagt okkur aðeins frá henni? Já, ég var í áfanga í skólanum sem við áttum að gera hérna svo myndaseríu og ég valdi mér að gera seríu af hvernig hesturinn fer frá því að vera ótaminn yfir í taminn hest, þannig að það er svona, maður sér það í þróun og myndunum. Segð okkur aðeins meira frá þessum höfðingjum á myndunum hann niðri, af hverju eru þeir fyrir valinu? Já, þetta eru austanvatna höfðingjar. Þeir eru bara allir með sama áhugamálið en samt svo ólíkir sem persónuleiki og ég mikinn áhuga á svona sterkum karakterum og þekkti það alla vel, þannig að ég já, mér finnst að núna til dæmis eru allir látni að vera eins og í sama, eiga allir að fara í sama boxi sko, að vera, þannig að ég líti upp til þeirra sem að eru svona sérvitrir eins og þessir menn voru. Teiknaði þarna afa minn Halla í Töfumbrekku og Pétur á Hjaltarstöðum, Otto í Viðvík og Bjössi í Langhúsum, hann reyndar ekki hérna niðri, en þetta voru allir svona miklir svona menn sem að stóðu á sínu. Þannig að þú vilt varðveita þessa karaktera? Já, ég myndi alveg vilja bara halda áfram að gera meira af svona sem var svona, maður gæti séð svona söguna í andlitinu á þeim, hvernig þeir hafa lifað.